Þrátt fyrir þetta óvissu ástand hélt Emín í sínar hefðir og mætti á æfingu í hnefaleikaklúbbi Kópavogs í dag. Hann átti að berjast næsta föstudag og ætlaði svo að skella sér í smá frí eftir langa törn. Bardaganum var hins vegar aflýst, þannig að Emín veit ekkert hvað gerist næst, en hann líka orðinn nokkuð vanur því að vera í þessari stöðu. Já, seinasta ár var svolítið mikið upp og niður að þessu. Það var alltaf einhverjir andstæðingar að draga sér keppni, ég að veikast, meiðast og eitthvað þannig. Og þetta hefur verið mjög langt og erfitt ferðlega seinasta ár, sko. Þannig að ég alveg vanur þessu. Ef við getum ekki komist í gegnum það að einhverju bardagar séu frestaðar og einhverju aðstæður sem við stjórnum ekki, þá bara erum við ekkert að fara að meika í þessu, sko. Og þú ert náttúrulega með stefnun og það að meika í þessu? Í hausnum á mér komið þangað, sko. Í hausnum á mér er ég þessi maður ennþá. Ég er bestur í heiminum, ég er heimsmeistari, fyrsti Íslendingur til að vera. Ég ennþá bara eftir að sanna fyrir heiminum að ég sé þessi manneskja sem að ég segist vera. Heimsmeistaratitillinn er ekki enn í augsýn en atvinnumannaferillinn fer vissulega vel á stað. Emín hefur barist 3 sinnum í Las Vegas, Mexíkó og Finnlandi og unnið alla 3 bardagana. Bara frekar svekktur senasta bardaga, ég hafði ekki klárað hann en það verður að koma að því. Ég náði lótunum minn á móti frekar svona seigum andstæðingum. Mjög þakklátur fyrir það og ég hef alveg náð inn þessari reynslu í þessum pro-atvinnumennsku stíl, keppa ekki ból, minni hönskum. Þannig ég er orðinn svona frekar vanur þessu núna og núna þegar ég stíg inn í hringinn það er bara miklu þægilegri, miklu betri. Sú hindrun er hins vegar á hans vegi að atvinnumannahnefalegikar eru ekki löglegir á Íslandi. Emín kvartar hvorki né kveinar yfir ástandinu en dreymir þó að keppa á Íslandi. Mér langar að keppa á Íslandi og það hefur alltaf verið markmið okkar og draumurinn okkar á endanum og við munum ná að gera það. Ef ég þarf að fara ekkert útlanda, ég þarf að keppa einhvers staðar í útlandum, hvað sem ég þarf að gera, ég læta bara gera, læta bara virka. Skiptir ekkert máli að bannað hérna, þetta gerist, einhver aðstæða koma upp, við bara höldum áfram að koma markmiðum.